Það eitt góður sem skrifaði pistil sem að sem mér finnst margt rétt í og hann mjög málefnalegur og yfirvegaður og mér langar að byrja að lesa hann Þetta einhver Svavar Helgason. Ég veit ekki hver hann þannig að hvaða þekkingu hann hefur á þessu en þið heyrið alveg þegar ég les textana að þetta með viti. Þú þarft ekki að vera einhver stjarnfræði vísindamaður til þess að átta á því. Svavar segir það sem gerir umræðina kynleiðréttingu barna svo erfiða ekki bara efni sjálft, heldur hvernig umræðan, stöðvuð áður en hún hefst. Í Kastljósinu benti Snorri Másson á að skoðanakúgun sé raunverulega í íslensku samfélagi. Hún birtist ekki sem lög eða refsingar, heldur sem félagslegt frost, þar sem sá sem að spyr spurninga samstundis stimplaður fordómafullur eða jafnvel hluti af öfgarhreyfingum. Og þó að Snorri tali ekki fyrir alla foreldra, þá hann enga síður málsvari fyrir marga sem að ekki hafa þorað að setja fram efasemdir sínar hafa ótta við að verða málaður upp sem óvinir. Þetta mjög mikilvægt. Þetta hinn raunverulegi frostþurrkur í umræðinni, segir Svavar. Foreldrar sem að efast málstað Þorbjargar og samtakana 78 gera það sjaldnast af illvilja. Þeir gera það vegna þess að þeir bera ábyrgð á börnunum sínum. Hlutverk foreldra að leiðbeina, að vega og meta, að stíga á bremsuna þegar barnið vill hraða sér í gegnum afdrifaríkar ákvarðanir. Það ekki minni ást sem að knýr þá til efasemda, heldur svo tilfinning að bera ábyrgð. En í umræðinni þeir samt oft settir í ruslafötuna sem afturhaldssöm og stjórnsöm öfl. Það ekki þannig að Þorbjörg standi á sviði án nokkurs baklands. Rannsóknir sýna að ungmenni sem fá hormónameðferðið að blokkera finna fyrir betri líðan, minna þunglindi og færri sjálfsvíshugsunum. Hollenska langtímarannsóknin sýndi að þegar að ferlið stigvaxandi frá blokkurum yfir í hormóna og síðar aðgerðir minnkaði kynamiðlæti og lífsgæði mældust á pariði jafnaldra. Fjölskyldustuðningur jafnvel öflugasta breytan af öllum. Börn sem vita að þau samþykkt og elskuð eiga betra líf, óháð því hvort þau fara í læknisfræðilegt ferli eða ekki. Þarna hefur Þorbjörg vísindi með sér. En þetta líka nýtt fyrirbæri í þeim mælikvarða sem við sjáum í dag. Það ekki til nægilega mikið af langtímarannsóknum til að fullyrða beinheilsu, frjósemi eða raunverulegt hlutfall þeirra sem finna fyrir sannri eftirsjá þegar áratugir líða. Við vitum að beinféttni fellur á blokkurum og batinn ekki alltaf fullkomin. Við vitum að frjósemi getur glatast þó við vitum ekki hversu algengt það Við vitum að sönn eftirsjá sjaldgæf í dag en stærsti hluti hópsins hefur aðeins lifað með ákvörðunni í örfá ár. En ég vil nota þetta inn í það sem Sá segir að eftirsjá og detransitionir eru stækkandi, ört stækkandi hópur. Það bara þannig. Því eðlilegt að spyrja spurninga. Að benda á óvissu eru ekki fordómar. Það einfaldlega heiðalegt að benda á óvissu. Þegar allt málað sem tilvistarkampur verður umræðan hins vegar ómöguleg. Spurðu langtíma áhrif og þú ert sakaður að vilja eyða fólki. Þetta mynstur ekki einstakt, við sjáum það líka annar staðar í heiminum, Ísrael og Palestínu gott dæmi. Í þeirri umræði verður gagnrýni á Ísrael iðulega túlkuð sem gyðingahattur, sama mynstur blasir við hér. Allt verður túlkað sem árás á tilvistina og ekkert pláss eftir fyrir raunverulega spurningar. Við verðum að geta sagt já, gögnin styðja margt í málstað Þorbjargar, já, ungmenni upplifa ávinning, en við verðum líka að geta viðurkennt að margt enn óljóst og að foreldrar sem spyrja spurninga gera það ekki endilega af illvilja, heldur vegna ábyrgðar. Að mála allar gagnrýnisraddir sem óvini ekki leiðin til að verja réttindi. Það leiðin til að kæfa umræðuna. Og þegar umræðan deyr, þá eru ákvarðanir teknar í myrkri og það þá sem að sönn eftirsjá verður mest. Eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvaða menntun eða bakgrunn þessi Svavar hefur en þessi texti fullur af djúpri visku, myndi ég að segja. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.